Ef við skoðum það sem hefur verið að gerast í þorskinum á undanförnum árum það að vísitölur í stofnmælingum undanfarin 3 ár í vorralli hafa lækkað og það má sjá svipaða þróun í haustrallinu. Og þetta hefur valdið okkur nokkrum heilabrotum því að hér sjáum við lengdadreifingarnar eins og þær koma fyrir í vorralli. Efst er hérna 2015 og svo fer þetta niður hvert ár þangað til síðasta ár sem 2020. Gráa svæðið meðaltalið yfir allt tímabilið en svörtu línunar þá mælingar hvers árs. Það sem vekur athygli árið 2020 að það vantar dálítið mikið af milliþorski í mælinguna. Það að segja frá svona sirka 35 cm og upp í 80 cm sem þá ekki alveg fullskýrt af hverju það stafar. Nú, í stofnmatinu notast við hérna bæði vor og haustrall og stofnmatið núna metur þá viðmiðunarstofninn í kringum 1200.000 tonn. Ef eingöngu væri byggt á stofnmatið á vorrallinu þá verður það 140.000 tonnum lægra heldur en núna er. Það má sjá það þarna á grafinu til hægri að það rauða línan þar sem væri það matið á viðmiðunarstofninum. Stofnmat sem byggt eingöngu á haustralli gæfi þá 100.000 tonnum hærri stofn heldur en núverandi stofnmatið sem við leggjum til grundvallar ráðgjöfinni. Það sem einnig hefur verið að gerast á undanförnum árum í þorskinum að við hingra aðeins vegna tæknilegra erfiðleika. Afsakið þessa truflun, en þetta ávist að vera komið í lag núna. Já, það sem ég ætlaði að segja var það að sókn í þorsk hefur minnkað mjög á undanförnum árum eftir að aflareglu var breytt. Þá sjáum við það að eldri fiskur hefur aukist mikið í stofninum og í afla. Á þessum stöplarritum sem eru hérna, þá sjáum við til vinstri eru vísitölur í ralli og þetta sem sagt þá 3 ára efst og svo fer það niður í 14 ára. Og við sjáum það að mestir af mælist af fiski sem þá á aldrinum 3 til 7-8 ára sögulega. En fyrir árin kannski 2010 þá veitist mjög lítið af fiski í eldri aldursflokkunum. Það hefur hins vegar breyst eins og við sjáum að þessi fiskur núna orðinn talsvert áberandi í rallinu
og svipað sögum og segja í aflanum sem þá þarna til hægri. Það í rauninni sambærileg mynd nema úr afla, að talsvert stærra hlutfall af stofninum nú og aflanum af eldri fiski. Þetta sést vel í aflanum, líka þegar þetta skoðað eftir lengd, að nú til dæmis hlutfall 90 cm fisk í afla í þyngd orðið 40%, 35–40%, en fyrir nokkrum árum kringum 90 var það í kringum 10–15%. Þetta hefur stofnmat fyrir ára ekki að fullu tekið tillit til og gerði í rauninni ráð fyrir því að hlutfallslega væri minna sótt í eldri fisk. En núna þegar tekið tillit til vísitala 11–14 ára, þá túlkar núverandi stofnmat það þannig að hlutfallslega sé meira sótt í eldri fisk heldur en fyrra stofnmat taldi. Þannig að veiðidánartala eldri fisk nú metin hærri en áður og því lækkar hlutfall eldri fisk í stofninum miðað við stofnmatið í fyrra. Ef við skoðum þetta miðað við það sem við sögðum í fyrra og það sem sagt hvernig stofnmatið í ár, þá var viðmiðunarstofninn 2019 áætlaður 1,4 milljón tonna en nú metin 1250.000 tonn. Og munurinn liggur þá í tvenns konar, það annars vegar í fallinu í vísitölum í ralli og hins vegar í þessum viðbótum á 11–14 ára vísitölum. Og ef við sjáum síðan þarna á grafinu til vinstra megin, þar eru spáðar aflaþyngdir sem hluti af aflareglunni og raun, þá stenst það svona nokkurn veginn, það aðeins hærra og aðeins minna. En helsti munurinn liggur í grafinu til vinstra megin sem fjöldi í stofni. Þar var spáin 2018 gerði ráð fyrir mun meiri fjölda fisk í aldursflokkunum og það gildir eiginlega heilt yfir, það að segja eins og sést vel í 4, 5 og 6 ára fiski. En einnig sést núna að það var líka gert ráð fyrir að í stofninu væri talsvert meira af eldri fiski 11–14 ára heldur en nú gert ráð fyrir. Þetta leiðir því til þess eins og áður sagði að núverandi mat á stofninum talsvert lægra heldur en var í fyrra og þannig hefur matið á hrygningarstofninum lækkað talsvert og það helgast þá fyrst og fremst af því að nú metið að mun minna sé af eldri fiskistofninum heldur en áður var og viðmiðunarstofninn lækkar einnig. Þetta þýðir einnig það að veiðihlutfallið nú metið talsvert hærra heldur en áður var. Aðeins hérna fæðu þorsks, af því að nú eins og allir vita var loðnubrestur í vor, að fæða í minnsta fiskinum var svipuð og áður en það munar virkilega að það minna mældist af loðinu í yngsta fiskinum. Millifiskurinn var með svipað kannski fæðu undanfarin ár, fyrir utan kannski síðustu 3–4 ár, en þar aftur vöntun á loðinu og svipað sést í stærsta fiskinum. En loðna fannst í mögum allstaðar í kringum landið nema fyrir vestan. Afrán, sjálfsrán eða sjálfsát þorsks mældist ekki meira heldur en verið hefur undanfarin ár, var innan við 1%. Og meðalþyngdir almennt frekar háar í eldri aldurshópum en lægri í yngri aldurshópum. Þannig að horfurnar í þorsknum eru þannig að árgangarnir sem 2017 og 2018 sem kom inn í viðmiðunarstofninn á næstu árum eru svipaðir og árgangarnir þar á undan. Fyrsta matið á árganginu 2019 bendir til þess að hann gæti verið heldur stærri, vonandi svipaðir og 2014 og 2015 árgangarnir. Þannig að gert ráð fyrir að viðmiðunarstofninn verði svipaður á næstu árum. Þá það ýsan. Ráðgjöfin í ýsu samkvæmt aflareglu stjórnvalda 45.400 tonn sem 9% hækkun frá síðasta ári. Nýliðunin var léleg 2010–2015 en hefur farið batnandi og það eru horfur á tiltölulega góðum árgangi 2019 sem kemur þá inn eftir 2 ár inn í stofninn. Þannig að viðmiðunarstofninn fer þá væntanlega heldur vaxandi. Í uppsannum svipuð ráðgjöf 2% lækkun. Ráðgjöfin samkvæmt aflareglu 78.574 tonn
sem 2% hækkun frá síðustu ráðgjöf. Það stóri 2012 árgangurinn sem ásamt 2013 og 2014 sem ástæða stækkunar stofnsins. Ufsi mælist frekar illa í ralli þannig að það óvissa nýliðun. Þannig að það gert ráð fyrir að hann verði kannski svipað næstu tvö árin eða svo. Óvissan í stofnmati Ufsa talsverð og það sést á þessu grafi þar sem við sjáum að hrygningarstofninn nú metinn talsvert lægri heldur en síðustu tvö ár. Í gullkarfa hefur verið lítil nýliðun undanfarin ár og því heldur áfram ráðgjöfin að lækka og núna 38.343 tonn sem 12% lækkun frá síðasta ári. Og það í rauninni allir árgangar lélegir síðan 2006 og ekki að sjá að það sé að koma neitt inn í stofninn. Þannig að það mjög líklegt að hann haldi áfram að lækka á næstu árum. Stofnmatið í gullkarfa kannski svona svipað, það meiri óvissa í því heldur en í þorski og ýsu og það svona nokkurn veginn á milli en það hefur hoppað talsvert undanfarin ár. Í síldinni þar 3% hækkun sem vonandi að mjór mikill vísir. Það ráðgjöfin samkvæmt aflareglu 35.500 tonn cirka og það var þessi góða nýliðun þarna upp úr aldamótum sem leiddi til þess að stofninn stækkaði hratt. En svo dundu hörmungarnar yfir með ichthyophonusýkingu og lélegri nýliðun. En veiðihlutfallið núna metið nálægt aflareglu og horfur heldur jákvæðari með sterkum 2017 árgangi. Þannig sem kemur þá inn í veiðina kringum 2021 og en það ennþá óvissa með ichthyophonusýkinguna. Hún virðist ekki vera að minnka. Í grálúðinni 10% hækkun í 23.500 tonn. Þar hefur veiðið dánantalega verið metinn nálægt hámarksafrakstri. Stofnstærðin fer lækkandi miðað við það sem við sjáum í haustralli. Því að stofnvísitölurnar fara lækkandi og nýliðun hefur verið lítil. Þannig að við búumst þar við minnkandi stofni. Í steinbítnum 5% hækkun í 8.761 tonn. Þar hefur veiðið dánantalega verið nálægt settu marki. Nýliðun verið tiltölulega lítil frá 2006 miðað við það sem áður var en stöðug og veiðistofninn nálægt sögulegu hámarki. Sú tegund sem við höfum núna hvað mestar áhyggjur af hlýri. Það yfirgnæfandi líkur á því að stofnstærð sé komin undir varúðarmörk og nýliðunarbrestur viðvarandi. Við sjáum það að nýliðunarvísitalan hefur verið við sögulegt lágmark síðan 2012 og stofninn hefur lækkað ár frá ári á sama tíma og veiðidánantala eða mat okkar á vísitölu veiðihlutfalls hefur verið langt umfram það ráðgjöf. Þannig að ráðgjöf okkar í fyrra var upp á 375 tonn en aflinn hefur verið margfaldur það á undanförnum árum. Við leggjum því til að sjómönnum verði gert heimilt að sleppa hlýra sem umfram aflamark. En rannsóknir sýna að hlýri og steinbítur þola vel súrefnisskort með margar aðrar tegundir og til dæmis var kanadísk rannsókn sýndi fram á 90% lifun eftir að steinbítur þvældist í gegnum dekk og móttöku og færiböndum í togara úr botnvörpu. Við vonumst með því að ef þetta verður leyft að þá muni tegundatilfærsla hlýra minnka eða hætta sem megin ástæða þess að aflið langt umfram aflamark. Það í rauninni vonandi að þetta dugi því annars verður væntanlega að leggja til veiðibann ef ekki tekst að draga úr sókn hlýra. Nú í keilunni það hún á metið í lækkun í ár, 41% lækkun. Það hefur verið verulegt ofmat síðustu ár. Það mikil óvissa í gögnum og veiðihlutfall nú metið talsvert fyrir ofan það sem stefnt var að í aflareglu. Það í rauninni spurning hvort að hægt sé að nota þetta stofnmat og það þarf að leggjast vel yfir það í framtíðinni og velta við fleiri steinum heldur en við náðum núna í vor, hvernig við getum lagað þetta. En það vissulega mikil óvissa í gögnunum
mikil óvissa vöxt keilu. Nú, í fyrsta skipti síðan 2003 ráðgjöf í hörpudisk í Breiðafirði og það nú ekki mikið miðað við það sem áður var, 93 tonn, það 31 tonn í Hvammsfirði og 62 tonn í Breiðasundi, en stofninn hrundi árunum 2000 til 2004 og svona atvinnuveiðar hafa ekki verið stundaðar síðan 2003 að undanskildum þessu tilraunaveiðum sem við höfum verið í samstarfi við veiðileyfishafa. Nú, svona helstu niðurstöðurnar eru þær að í Breiðasundi og Hvammsfirði í Breiðafirði hefur vísitalan svona nokkuð haldið sér meðan á tilraunaveiðunum stóð, en á öðrum svæðum lækkaði hún hratt, það er að segja í Flatey og Látralöndum sem og í Bjarneyjum og Rúfeyjum, og þrátt fyrir mjög lágt veiðalag, og það er engin merki í rauninni nýliðun á þeim svæðum, það er örlítil merki það á Breiðasundi og Hvammsfirði. Nú, ef við rennum yfir hinar tegundurnar, þær tegundir sem að svartur punktur við á glærunum búið að fjalla um. Það í rauninni engar breytingar í djúpkarfa og litla karfa frá fyrra ári í ráðgjöf. Ráðgjöf í lúðu óbreytt að henni verið heimilt að sleppa henni. Skarkoli óbreyttur svo til frá síðasta ári. Það lækkun í mörgum öðrum flatfiskastofnum 20%. Sem helgast af því að vísitölur fara ört lækkandi, sem þá í rauninni í samræmi við það að nýliðunar vísitölur hafa verið lágar á undanförnum árum. Í blálöngunni líka lækkun sem og í löngu. Lýsa, þar smá viðbót og það keyrt á vísitölum. Skötusölunum einnig, þar hefur verið örlítil hækkun í vísitölum þrátt fyrir að nýliðun hafi verið léleg. Ráðgjöf í beitukóng hækkar 20% og sæbjúgun svipuð og áður var, en í ugulkerjum lækkar líka ráðgjöfin 10%. Þannig að þó að þetta hafi nú verið svona heilt yfir frekar neikvætt, þá hefur veiðiálag á helstu nytjastofnum okkar lækkað á undanförnum árum og flestir stofnar, meginstofnarnir vel yfir varúðarmörkum. En það sem við bentum að ég held fyrst í ástandsskýrslu 2015 og tókum skýrt fram í fyrra í kynningunni áhyggjur okkar af nýliðunarvísitölum margra stofna sem kannski eru tiltölulega óskyldir, að þær hafa verið lágar árum saman og nú þess farið að virkilega gæta í ráðgjöfinni. Þannig að almennt ráðgjöf fyrir næsta fiskveiðiár heldur lægri en fyrir yfirstandandi fiskveiðiár. Og það þessi lækkun í þorski sem kannski vekur mesta athygli og það ekki að sjá kannski mikla breytingar þar. Og í rauninni, ef þetta væri ekki þorskur, þá 6% náttúrulega ekki mikil lækkun í rauninni, en náttúrulega þorskurinn langmikilvægasti nytjafiskurinn. Það vantar stóra árganga í þorski sem þá forsenda fyrir þess að aflamark aukist eitthvað verulega. Við höfum náð þessu jafnvægi með því að draga úr sókn, þannig að stofnar hafa farið stækkandi, en blikur á lofti í mörgum stofnum vegna þessar lélegu nýliðunar og nú þess verulega farið að gæta í ráðgjöf okkar. En þá læt ég þess bara lokið svona kynningunni og ef fólk með spurningar þá bara gjörðu svo vel. Og við höfum sem sagt talað og bent á þetta. Það ekki verið ástæða til þess að reyna að leggja þá meiri áherslu kannski á veiðar þarna. Hvernig hefur stofninn þetta brugðist við? Nú sjálfsagt yfir 50% af veiðistofnum samsett á 8 ára eldri fiski. Nú tekur aflaregla ekki á þessu? Nei, það í sjálfu sér ekkert vandamál að
Sko hér erum við með hvernig stofnunin er metin. Þetta er þá hlutfall mismunandi aldursflokka, svona 3 ára og eldri. Og við sjáum að 8 ára fiskur og eldri er á svona 30%, 30–40% í þyngd. Það er í sjálfu sér ekkert slæmt við það, þorskur getur orðið 20 ára gamall. Og það er ekki merki að dánatala hans sé, svona náttúruleg dánatala aukist mjög hratt frá 8 ára til 14 ára. Þannig að í rauninni kannski breytingin í stofnmatinu með því að taka inn vísitölurnar 11 til 14 ára gera það að verkum að þar fæst betri mat á dánartölu eldri þorsksins. Og það sem kemur núna í ljós er að dánartalan, veiðidánartalan hefur verið vanmetin á undanförnum árum miðað við þau gögn sem við sjáum í vísitölum fyrir eldri fisk. Í þorskinum? Fleiri spurningar? Skýringu á þessu í sambandi við milliþorskinn? Það er búið að vera mikil naflaskoðun varðandi það. Kannski helst að Jón Sólmundsson geti svarað því, verkefnisstjóri yfir vorrallinu. Ég aðeins að bæta við það, því nú er þetta ekki reynda súruna ástæða frá landi. Þetta Laxaflóan frá Hafnarfirði þetta en Þorlákshöfn út í Vatni, það gerist eitthvað skipst. Það spurningin Já, á milli fiskinum. Já. Það bara eins og kom fram hjá okkur. Já. Og við vitum alltaf ekki betur en að rallið sé bara að gefa rétta mynd af stofninum, en það var kannski eftir að koma í ljós hvort að þessi rallvísitala sem við fengum núna í síðustu mælingu, hvort að það sé að sú mæling að einhverju leyti ekki heppnast við. Þannig að það voru þarna í rallinu voru kannski aðstæður frekar erfiðar með fyrir ár, það voru svona hlutfallslega erfitt, en sjálfur sér ekkert svona bendir til samt sem áður að þetta hafi ekki tengist við þessi mæling, þannig að við höfum ekki kannski hendur með það. En síðan getur náttúrulega verið svona breytingar á milli ára hversu vel mælingar heppnast. Og það mun þá bara koma í ljós náttúrulega núna á næstunni, næstu rallum. Það er hins vegar ákveðið samræmi þarna í rallunum að þau eru bæði að fara niður. Þau síðustu haustföll hafa farið niður og síðustu marsföll. Þannig að á þessu stigi er kannski ekki að segja hvort að þetta ralli sé ekki að rétta mynd á ástandinu, eða hvort það sé að fara of mikið niður með það sem að stofninn er að hvernig ástand á honum er. En allavega að stofnmatið er ekki að fara alveg eftir þessum ráðvísitölum, það er líka annað atriði, að stofnmatið er ekki eftir þessar ráðvísitölum niður, þannig að það er ákveðin svona dempur þar á áhrifum vatnsins. En já, það má kannski bæta við það að við erum því mjög spennt að sjá hvað kemur út úr haustrallinu, því að hvort að þessi mikla lækkun sem kemur fram í vorrallinu sé að raungerast þar líka. Hafið
borið saman sko, eins og samsetning er í afla núna og það sem að þið fengu svo út úr rallinu og miða við kannski 2018-19 og svo 20 hvort það er einhver mikil mismunur þar á milli. Það er náttúrulega, sko, helsti mismunurinn er sá að, eins og ég sagði þarna í fjölda í stofni, að það kemur náttúrulega það fram líka í aflanum að við gerðum í rauninni ráð fyrir að það væri mun meiri fjöldi í aldursflokkunum í stofni heldur en við metum það núna. Þannig að það er meira frávik núna heldur en verið hefur undanfarin ár. Helstu frávikin undanfarin ár hafa verið í þessum spám á meðalþyngdum, en það er núna í rauninni hverfandi hluti af frávikum frá spánni í fyrra. Munurinn liggur í þessu mati á fjölda fiska. Ég ætla nú ekki að spyrja loðnuráðgjöf en ég sá að það er minnkandi loðna í maga þorsks, sýndist mér í öllum minni, meðal og stórum. Já. Er það þá ekki líka áhyggjuefnið? Er næg fæða fyrir þorskinn? Tel ég það? Hann náttúrulega þolir svona áföll tímabundin. Við sjáum ekki hrun í meðalþyngdum eða neitt slíkt. En auðvitað er það áhyggjuefni að fæða sé minni núna heldur undanfarin ár og það kannski sést mjög vel þarna í þessari mynd, þarna dökku gráu súlurnar, hvaða loðna er mikilvæg fæða fyrir þorsk á þessu tímabili í mars og það hefur vissulega áhrif. En við sjáum ekki mikið fall í meðalþyngdum. Það er heilt yfir þá eru kannski lægri meðalþyngdir fyrir yngri fiskinn en heldur hærri í eldri fiskinum eins og kannski verið hefur. Þannig að Heldur meðalþyngd elsta fisk, elsta þorskins sér alveg. Því nú er náttúrulega loðnan mest eða mikilvægast fyrir hann. Jú, það er. En þorskurinn getur bætt sér þetta upp að einhverju leyti. Fleira sem að spurningar sem liggja í loftinu. Og ef ekki þá bara þökkum við fyrir og þökkum við ykkur fyrir komuna og þetta er sem sagt þá komið út á vefinn okkar. Takk fyrir.